Við skulum fara yfir í 5. Mósebók. Það er nóg að taka. Þar segir frá landinu Móab sem Ísrael þurfti að fara á leiðinni til fyrirheimnalandsins. Og það var talið vera landi Refaíta. Það var hópur, ættkvísl eða afkomendur Refaí. Refaítar bjuggu þar forðum og kölluðu Refaítar þá Samsumíta, mikil þjóð og fjölmenn og stórvaxin eins og Anakítar. Þarna eru bæði Anakítar og þarna eru Refaítar, allt saman stórt fólk. Og svona risa þurftu Ísraels menn að ráða niðurlögum á þegar þau fóru inn í fyrirheimnalandi. Af þessum 12 njósnurum sem Móse sendi inn í fyrirheimnalandi voru 12 sem gugnuðu. Þeir sáu bara risana. En Kaleb og Jósúa, þeir sögðu, við skulum halda inn í landin. Við munum yfirbuga þessa risa. En þeir voru í minnihluta. Og þá sagði Guð við Ísrael, það sem þið hafi gert uppreist gegn mér, gegn Móse, þá verður þessi kynslóð sem gugnar að vera í eyðimörkinni í þessi 40 ár. Þar til að hann leyfir þeim, þar að segja, afkomendur þeirra að halda inn í fyrirheimnalandi. Börn þeirra sem gerðu uppreist gegn Móse átt að fá að fara inn í fyrirheimnalandi, en ekki þeir sem að treystu ekki Guði. Jósef og Kaleb fóru inn í fyrirheimnalandi. Þeir leiddu Ísrael því að Móse dó áður en að því kom að fara yfir ána Jórdan undir lokin. Stórvaxnir menn og konur á þessum tíma. Við höldum áfram í 5. Mósebók, nú það í 2. kafla. Það sagt frá Óg, sem var konungur í Basan, var sá eini sem eftir var af Refaítum. Nú var verið að vinna bug á þessu fólki. Sjá, líkkista hans var gjörð úr járni. Hún var 9 ána löng og 4 ána breið. Við vitum hvað alin eða ein á. Það eru 54 centimetrar. Þessi maður hefur því verið 4 metra á hæðina og kistan var 2 metra á breiddina. Þannig að það er dæmi einn risa sem var jarðsettur í stórri kistu. Hann var svona stór. Og þetta er löngu eftir, dýrðadaga risana, eins og ég kýs að kalla vegna þess að þeir voru svo stóru frá hendi Guðs þegar Guð skapaði mannkynið, karlar og konur. Og ungmennin uxu upp í það að verða svona mikil stórmenni. En svo var það bara að syndin eyðilagði fólk, skemmti það og það gerði uppreisn gegn Guði og flestir þeirra fórust í flóðinu og svo framvegis. En sjáum við hvað Biblían fræðir okkur stórt fólk. Svo segir í 2. Samúelsbók í 21. kafla frá 19. versinu að enn tókst orusta hjá Gób við Filista. Nú eru þau komin inn í fyrirheimnalandi. Mörg ár og áratugi liðnir og þá drap Elkanan, sonur Jari Orgin frá Betlehem, Golíat frá Gat. Takið eftir því að hér er risi sem er kallað Golíat og þetta er ekki sá Golíat sem Davíð drap. Hafið þið gert ykkur grein fyrir því? Það var nóg af þessu risum og þeir komu alveg sérstaklega á þessum tíma frá borginni Gat eða því héraði. Og auðvitað létu þeir þessi kynslóð börnin sín heita í höfuðið á einhverjum hetjum eins og sumir heita Jóhann af því að pabbi eða afi heitir líka Jóhann, bara svo ég nefni dæmi nú og tó. Og þarna var Golíat, eftir daga Golíat, sem kemur fram á sjónarsviði og það er allt annar maður sem gengur frá þessum Golíat. Og svo segir að enn tókst orusta hjá Gat, var þar tröllaukinn maður, nú er að vísa enn einu risanum. Hafði 6 fingur á hvori hendi og 6 tær á hvori fæti, 24 tölu, hann smánaði Ísrael, en Jónatan sonur Símea, takið nú vel eftir,
bróður Davíðs, drap hann. Svo það eru menn þarna úr sömu fjölskyldunni, Davíð, sem koma hver og öðrum til að ráða niðurlögum á þessu risu sem eru óvinir Guðs. Þessir fjórir voru komnir af Refaítum í Gat og féllu þeir fyrir Davíð og mönnum hans. Það er þið þurfa að lesa á undan meira í samhengi og þá fáum við alla þessa fjóra sem að þarna er getið. Svo að það er ýmislegt sagt stórvaxið fólk lengi fram á aldir. Guð sagði í 1. Mósebók, í 1. kaflanum, frá 27. versi, hann sagði, vér viljum gera manninn. Og hann var búinn að skapa dýrin og fuglan og fiskana og svo framvegis. En nú er komið að manninn. Vér viljum gera manninn eftir vorri mynd, líkan oss. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og konu. Er Guð stór? Er Guð lítill? Við erum sköpuð í Guðs mynd, vinir. Og úr því að Biblía segir okkur frá því að þá voru risar á jörðinni, þá er það því að Guð vildi hafa þá svona stóra. Hann skapaði mannkynið upprunalega, þessa fyrstu stóra, karla og konur. Og það eru allar líkur sem benda til þess að karlarnir hafi verið alltaf því 14 fet á hæð, en það segir ykkur eitthvað. Já, það eru 4 metrar, svona gróft talið, og konurnar svona cirka 12 fet, sem svona 3,5 metri, eitthvað svo leiðis. Stórt, já. Og einhver sagði við mig, mér finnst þetta bara eitthvað svo ekki, viðeigandi, Ef við erum svona stórir, þá erum við svona mjóir. Ekkert endilega. Þið sáu bryddina á þeim sem var verið að jarða. Ég er alveg viss að Guð sá fyrirfram þörf okkar á svör. Ef hann segir eina setningu, eins og þá voru risar á jörðinni, auðvitað vissi Guð að við myndum vera með spurningar, eins og kona mín sagði, þá erum við svo mjóir. En hérna fáum við dæmi, eins og þennan sem var jarðsettur, þannig að konungurinn í Basan, Óg að nafni, hann var 14 fet á hæð, 4 metrar cirka. Og breiddin eftir því, samsvarandi. Þeir voru ekki ljótir, þeir voru ekki renglulegir, þeir voru fjallmyndalegir og þeir voru hraustir og sterkir. Og það er allar líkur á að menn höfðu miklu meira heilabú og getu heilans til að taka ákvarðanir og komast að niðurstöðum vísindi þess tíma, miklu meira en við nokkurn tíman höfum getað notið. Enda segja vísindin okkur í dag að við notum þetta frá 10 og í mestanlega upp í 15% af getu heilans í okkur nú til dags. En Guð gaf okkur 100% getu þegar að skapa okkur. Vissið ykkur? En það er vegna tilkomu syndar að okkur hefur hnignað, að við höfum ekki bara styttri æviskeið, allt niður í 100 ár eða 120, það er best lætur, heldur er stærð mannsins mikið minni, alltaf því 10 sinnum minni en áður. Og ef að menn lifa þetta 70-80 ár og þykir bara sæmilega góður aldur, að þá er það alltaf 12-15 sinnum minni manneskja heldur en þýðkaðist fyrst frá hendi skaparans.